Mjög fána í barnaskólum borgarinnar og það var svo mikið backlash að hann gat ekki einu sinni staðið við það og mætti í viðtal til Jakobs Bjarnar vina síns til að væla undan umræðunni og öll kosningabarátta Miðflokksins fór í að væla undan viðbrögðum þjóðarinnar af því að fólki var bara misboðið. Það er enginn sem gat staðið með þessu og þegar þú ert með svona mikla hinsegin fánafóbíu og það er eina sem fólki dettur í huga að þú sést í skápnum eða sé eitthvað að sko. Akkur er fólk með þessa dillur og berjast á móti þessu, ég skil það ekki. Samkynhneigðir er hérna bara komnir til að vera og hafa alltaf verið og þetta er okkar þjóðarstolt gay pride gangan á. Já, heldur þú í alvöru tala að Snorri Másson sé á móti samkynhneigðum? Já, trúirðu því? Já. Hvað segirðu? Er mörgum sem líkar illa við þig? Hvernig er það? Já, það einhvern veginn hefur gerst á síðustu árum. Ég fyrir töðar á voðalega mörgum. Er það? Ég skil þetta ekki. Nei. Hvað en ég fæ svona mikið að sko á mig á Facebook sko. Ef ég segi eitthvað þá kemur alltaf eitthvað svona. Og að þema er svona standardar í þessu sko. Að ég sé á listamannalaunum, það er bara margir sem þola það ekki sko. Nei. Kalla mig ómaga og hérna afætu og allt þetta sko. Hvað ertu búin að vera lengi á listamannalaunum? Sko ég bara... Hvað aðeins nær? Fáum þétt og gott samt úr þér. Ég held ég sé bara búin að vera dálítið lengi, 2 áratugi eða eitthvað en með hléum held ég 2 og hérna þetta er alveg bara svolítið það sem ég bjarga mér sko. Já. Og gæti ekki sinnt þessu svona mikið eins og ég gerir nema að vera á listamannalaunum og þetta er náttúrulega bara eins og að starfa hjá ríkinu, fólk vinnur við kennslu eða upp í útvarpi eða hjúkrun eða eitthvað svona, ég líti á þetta bara sem þetta er bara ríkið ræður rithöfundar líka til að skrifa og þetta er í lögum og þetta er bara, maður sækir og það þarf að sýna mikil afköst og vera með miklar hugmyndir alltaf sem maður leggur sig alltaf svolítið niður á hverju hausti þegar maður sækir og bara reynir að útskýra þetta eins og í nefndinni sitji 3 10 ára gömul börn sem ekki viti neitt, viti ekkert hver ég er til að svona vera hérna bara auðmjúkur. Ég hef mildast í minn afstöðu gagnvart þessu sko. Já. Ég var svakalega bara frjálsi markaðurinn á að ráða þessu og því þið ekkert að vera hérna töðandi mitt afætur, latte lepjandi miðbæjar hiski sem að lætur vini sína moka inn á sig. En ég hef mildast gagnvart þessu út af litlu málsvæði, íslenskri tungu og fleira. Ég hef ekki mildast gagnvart hérna heiðurslistamannalaunum. Hvað er þú þar? Já, það verður að vera sko, ég meina þetta fólk er búið að fórna sér og svona auðga íslenska menningu. Það eru allir að fórna sér. Já, en þú veist, mjög þetta er nú ekki mikil peningur sem fer í það sko. Allt á lítill runnu sko. Allt á fáir á þessu. Það er eitthvað 15-20 manns, ég meina þyrfti að vera 100 manns sko. Já. Íslensk menning hefur vaxið svo rosalega á síðastliðnum árum sko. Og ég er náttúrulega mikið í Noregi núna þessi misserinn og þar er svona meiri skilningur á þessu og svona þeir náttúrulega hafa miklu meiri peninga en þeir eru mjög meðvitaðir um þetta að vera lítil þjóð sko, bara 5 milljónir. Okkur finnst þetta að vera risa þjóð sko, þegar maður kemur þarna. Og þeir skilja þetta mjög vel að menningin blífur en það hafa gert svona prógram, þeir eru bara ákveða, nú setjum við bara menningarstefnu í gang, eflum norska kvikmyndagerð og hvar 10 árum setna þeir konum með Óskarstilnefningar, Óskarsverðlaun og bara allt í orðin aðalandið í kvikmyndabransanum. Sko. Þeir gera það saman með íþróttirnar sem ég er hlindur sko. Já, þetta er alveg eins sko, það er bara svona dælt í þetta peningum, það er opinbert prógram, það er ráðnir þjálfarar og svona einhver Vésteinn Hafsteinsson sem sér þetta og það er svona afreksstefna og við sáum það á síðustu ólympíuleikum þeir voru að baka Kína og Bandaríkin og... Ég bara í sérstaklega einmitt í þessum alpagreinum sko. Já, bara skilur þetta allar sko. Ég hérna nefnilega, þegar þú segir þetta sko, þá er líka eitt í þessu sem að ég veit ekki sko hvort þetta sé út af því að fólk vill ekki sleysast inn á einhverja þjóðerniskennd og því man ekki hver var að segja mér einhverja sögu af þessu, hann fekk einhverja Dani í heimsókn og hann keypti Carlsberg bjór og þeir bara voru gáttaðir bara, heyrðu, eru þið ekki með
ykkar eigin bjór þú veist, er ekki stórkostleg framleiðsla hér á Íslandi á alls konar bjór sem hægt að drekka og hann bara, já, ég bara pældi ekki í því og þá sögðu þeir sko að þeir kaupa ekkert annað en danskan bjór heima þú ert með Tuborg eða Carlsberg eða einhverjum af þessum bjórum sem eru framleiddir í Danmörku og það er ekki út af því að þeim finnst hann eitthvað betri sko. Það er líka bara út af ákveðinu bara að viðhalda hagkerfinu og þjóðarstolti. Og nú erum við konum með kalda og alla þessar bjóra sem eru miklu betri Carlsberg og Tuborg sko. Já, nákvæmlega. Þannig að við drekkum eiginlega bara kalda við sem búum hérna í Hrísey og Sumrin sko. Já, ég en svona þjóðinniskend svona heilbrið þjóðinniskend. Heilbrið, já, hún getur verið hættulega líka. Já. En já, við þurfum líka að vera svolítið stolt af okkar menningu og okkar hérna til dæmis tónlistabransin á Íslandi er náttúrulega bara ótrúlegur. Að við skulum eiga hérna eitthvað 5-6 international artista sem eru bara heimsfrægir í sínu geira og sumir alveg heimsfrægir. Sigur Rós, núna Laufey, Björk og allt þetta, þú veist. Ég var eitthvað tímann að hugsa þetta daginn, sko, hvað eiga Danir og Normenn, sko. Monsters og Men og já, mér finnst Trust, ég meina þetta er endalust. Mér finnst líka bara svona eins og rap-senan á Íslandi. Mér finnst hún alveg einstaklega skemmtileg og ótrúlega mikil sköpunargleði þar sko. Ég kannski ekki til útflutnings Nei, við sjáum til en hvað finnst þér svona þessi jafnvægislist að finna út úr því hvernig við svona mótum okkur gagnvart þessari þjóðinniskend hvar finnst þér svona út af því að sko þú hefur náttúrulega gert frægur fyrir það að vera svona hvað var að segja svona internationalisti í grunninn, þú veist, þú ert hrifinn af fjölmenningu, þú ert hrifinn af því að við séum að móta okkar afstöðu til lífsins, gagnvart ákveðnu umburðarlyndi, sem er að kalla þetta vókið, ég hef kallað þetta vókið. Hvernig finnur þessa jafnvægislisti á þér? Dregur línuna kannski, hvað var að segja, þrengri ramma utan það hversu þjóðuniskendin getur verið viðamikil? Sko menningar að gera hlutina vel, sagði Laxness og við getum alveg tekið það uppfært til okkar tíma að heimsmenning er líka að vera sko mjög lokal eins og ég er að skrifa bækur Siglufjörð í Síldarævintýrinu og þetta er náttúrulega rosalega rannsóknarvinna og þetta er mjög svona íslensku raunveruleiki sem ég er að skrifa og ég er að vinna úr íslensku fróðleik og svona og reyna að segja Íslandssöguna upp á nýjan máta og þetta er, má segja, kannski svona þjóðerniskendar bækur, þjóðernissinnaðar, ég meina, en á sama tíma sjáum við í þeim bókum að Ísland er mjög fátækt land í lok 19. aldar, engin tækifæri, fjórðungur þjóðarinnar er farin til Ameríku og Kanada, það er ekkert að gerast hérna, þá kom allt í einu normenn bara eins og okkur frelsarar og fara að veiða síld og kenna okkur að veiða síld og við höfum aldrei haft hugmyndum að við getum borðað síld og eða einhvern veginn hafði svo menning tapast, hún var til sko á tíma Íslendingasafna, en svo tapast hún einhvern veginn og við erum hætt að borða síld og skiljum ekkert í því og svo allt í einu föttum við að síldin er bara gull, hún er bara silfur hafsins og við getum bara grætt pening á henni og þessi hugmynd kemur algjörlega utan, sko alla framfarir á Íslandi verða vegna þess að einhver kemur utanfrá og þrýstir breytingunum upp á okkur, normenninni koma í stríðinu kemur kaninn, þrýstir breytingunum upp á okkur, rífur okkur inn í nútíman, EES-samningurinn neyður okkur til að fylgja ykkur með Evrópustöðlum og lyftur öllu embættismannakerfinu upp á hærra plan og bara verðum svona meira alvöru land og ríki eftir það sko og allir eru sammála um að það hafi verið gott og nú stöndum við fram fyrir enn öðrum breytingum, eigum að sækjum með aðild að ESB og það er alltaf þessi ótti heimamanna. Aðalega fólk sem hefur aldrei búið í útlöndum, hefur þekkir lítið til, er meira svona heimóttalegt og þetta hefur alltaf verið til og þetta var ég svona uppgötun þegar ég var að skrifa bækurnar hérna, 60 kíló bækurnar, að sjá hvernig íhaldið læðist alltaf gegn nýja tíman. Sko þegar síldin kemur þá eru allir að veiða hákall og það er bara búið að vera góðu tími í 30 ár. Þetta var svona hákallaöldin hérna frá 1870 til 1900. Svo allt einu kemur síldin og þá bara eru menn, hvað, djöfisins rugl er þetta veiða hennar titt og hérna svona bændur og stórhöfðingjar og þeir sem svona
svona framsókn og íhald sko, sem að maður myndi segja í dag, að þeir lögðust gegn þessu en svo bara varð svo mikið kraftur í þessari hugmynd og þessari nýju veruleika allir bara flutu með sko, en á þingi 1920 voru menn enn að deila síldabransan og hversu hræðilegur hann væri og það var hræðilegt bara hætta þessu loka þessum helvítið stasjónum að vera norðan. Samt var síldin orðin 25% af heildarhagkerfinu og rauninni bara rosalega mikilvæg stóð í þessari velmegur sem við fundum hann á 2000 og bara en þarna sér maður að hugmyndirnar koma utan, breytingarnar koma utan og mér finnst alltaf svona það alltaf eitthvað mótstaða gegn þessu og mér finnst kratarnir vera svona sögulega séð svolítið svona hreyfiafl hugsið ykkur til dæmis Alþýðuflokkin 1990 þetta svona pilsnerfylgisflokkur var kallaður á sínum tíma man ekki nákvæmlega hver prósenta var þegar þeir fóru í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki en þeir eru með þessa hugmynd nú förum við inn í Evrópu Jón Baldvin, sigldur maður var svona í alþjóðlegum tengslum hann vissi hvað klukkan sló og bara að þetta var best fyrir Ísland og svo þurfti hann að sannfæra Davíð Oddsson og hún tókst það því að hann lofaði honum að vera forsætisráðherra og féll fyrir því og en þarna svona margar svona megin hugmyndirnar koma úr þessum ofta litla kjarna bara fólks sem horfir svona aðeins víðar á sviðir og opið og alþjóðlegt og mér veist þetta ennþá vera að gerast í dag. Pilsa ekki eins þegar hún ekki frá bæjarins bestu pilsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pilsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pilsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pilsu sem ekki frá bæjarins bestu pilsum. Og það vita það í rauninni allir að það þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pilsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, bara á öðrum tíma. Já. Ég nefnilega sko, því að ég að hverju leiti sammálaðir viðsýnina en aftur á móti hefur mér þótt svona þau hreyfiöfl sem að hafa helst tekið svona náðu ákveðnu tangarhaldi í allri umræðu það að þau séu viðsýn en aðrir hefur svona komið frá öflum sem að sýna fram á aukina óbylgirni í þessu og þannig erum við náttúrulega komnir aðeins inn á vókið og ég man þegar ég var að horfa á samstöðuna og ég sá Sólveig Hönnu þarna á þig takast á vókið þú sagðir að það væri upphaflega þarna úr menningu þeldökkara hún segir nei, það samt rétt hjá þér sko þetta það upphaflega hins vegar ég sammála henni það að sú birtingamynd sem kemur sem birtist okkur í dag gagnvart nákvæmlega þessu fyrirbæri hefur í rauninni ekkert að gera með upphaflegu svona inntök þessar hreyfingar þeldökkra í Bandaríkjunum á sínum tíma og þar tel ég að hún hafi rétt fyrir sér en ég aftur á móti gerði mig grein fyrir því að þarna breytist eitthvað í umræðinni. Já, það var eitthvað endipunktur óvænt sko, þetta var svolítið svona skrítið hvernig það gerðist sko, ég átti ekki von á þessu, ég átti ekki von að Sólveig Anna væri á móti vókinu, ég hafði bara heyrt Sigmund Davíð og Trump tala á móti vókinu þannig að fyrir mér talaði hún eins og Trump og ég sagði það bara í þættinum og allt var vitlaust og allt í hennu var vókið svona í umræðu og ég varð eitthvað herra vók og ég var ekki undir það búinn og vissi ekki akkur hún á móti vókinu, ég var bara með hausinn og kafi í ykkur bók sem ég var að skrifa og vissi ekki hvernig umræðan hafði þróast, þetta var svolítið svona óvart. En varst að heyra þetta í fyrsta skipti þarna, þú veist þessa ég var bara að heyra í fyrsta skipti að hún var á móti vókinu. Já, en ég að tala þú veist, út af því að hennar afstaða náttúrulega byggist ekki á sögum að grundvelli og til dæmis eins og mín eða Sigmundar eða einhvers annars. Og en hafður aldrei heyrt þetta að koma svona frá vinstri vængnum? Nei, ég hef bara heyrt svona síðan þess að harðkjarnar sósíalista sem voru móti Úkraínustríðinu eða ekki á móti Úkraínustríðinu, móti því að styðja Úkraínu, voru með Pútín og maður skildi þetta aldrei og þetta náttúrulega mikið að klikkusum hérna í svona á ysta vinstrinu og svo bættist þetta við og ég var bara flabbergasted sko, bara hvað að gerast og ég mun aldrei bakka frá vókinu sko.
fyrir mér þetta bara mannréttindi, þetta kemur úr, eins og þú segir, úr hreyfingu blökkumanna. Jesse Jackson lést nú daginn og þegar ég var í New York þá var hann að fara í forsetaframboð og þetta var svona undanfarinn fyrir Obama, hann ruddi brautina, það þarf alltaf einhver að ryðja brautina sko, hann átti engan séns en bara það hann færi í framboð var plantaði þessari hugmynd að blökkumaður gæti orðið forseti og svo var verið að spila gamla ræður með honum þar sem hann segir I am somebody, hann sagði þetta svona 10 sinnum, endurtók þetta á einhverjum fundi 1960 eitthvað, hann bara sannfæra sitt fólk að þau séu líka fólk eins og allir aðrir í Bandaríkjunum og hafi sama rétt, þú veist þetta kemur alveg ótrúlega miklu djúpi sko. Og síðan kemur þetta Vogue orð sem þarna í Black Lives Matter og kemur svo til Íslands og heimfært yfir á öll réttindi og öll mannréttindi og auðvitað þetta bara frábært og falleg hugsun og við eigum að hugsa alla minnihluta hópa og ég má alls ekki sjá nein mannréttindi fara tilbaka, þú veist að taka niður hinsegin fána bara, þú veist eins og dóttir mín sagði þegar hún heyrði þetta hjá Snorra Másinni, þetta svo mikið non-issue, þetta bara, hvað eru fólk að tala þetta núna? Vera á móti hinsegin fánanum og eitthvað bara svona þetta bara eitthvað rugl skiptir einhver máli og þetta ekkit stjórnmála umræða, þetta bara svona bara eigum að taka skrefið aftur og bak og taka bara réttindin bara kvenna til að fara út á vinnumarkaðin eða þú veist, þetta bara rugl þannig að vókið þú heldur og rígheldur í það já, þeir nú meira djókið upp með vókið ég var lasið á þann í pisli hefur ég ég náttúrulega ekki á sömu afstöðu en ég byggja það kannski á öðruvísi grunni Við erum kannski bara að tala eitthvað svona orð, þú veist, þú vilt ekki hengja í þetta orð af því það eitthvað svona þú séð eitthvað fólk sem þú þolir ekki tala það og svona ég held að séum alveg sammála að mannréttindi verða ekki tekin tilbaka Það sem ég held að hafi valdið hvað mestum skaða á undanförnum árum óbylgirni og svona gengdarlausar kröfur það að fólk eigi að vera sammála sína afstöðu í hverskynsmálum og ég tel að þetta hafi verið byggt á sömu hugmyndum og bara svona spænski rannsóknarrétturinn þar sem að fólk bara krafið ákveðna afstöðu í ákveðnum málum og þetta náttúrulega sett í búning þess að þetta sé sko svo rosalega mikið mannréttindi að þú getur ekki verið að móti þessu og sér þetta til dæmis í stjórnmálaumræðu ýmissa stjórnmálaflokka að þeir séu sko að berjast fyrir mannréttindum og þeir séu að berjast fyrir jafnrétti og þeir séu að berjast fyrir lýðræðinu og sér þetta sérstaklega á Pírötum og það sem ég held að sé búið að gerast að fólk einfaldlega komið með nóg af því að það sé einhvern veginn málað upp sem vont fólk ef það á einhvers konar afstöðu gagnvart til dæmis útlendingamálum gagnvart einhverjum kynjamálum og þessar svona umkvartanir eru búin að vera svona svona þuldar upp í hljóði einfaldlega út af fólk hrætt við það að vera máluð upp sem vond manneskja á opinberum vettvangi það sem að ég hef tekið eftir sérstaklega út af því að ég núna vinn á sambýli fyrir fatlaða og þar maður með ýmsum svona aðilum sem að koma bara víðsvegar úr samfélaginu líka þegar maður að kenna íþróttastarf og fær maður bara alls konar fólk til sín það sem ég hef upplifað svona hefðbundna fólkið sem hefur ekki svona menningarlegt kapital einfaldlega bara að segja ég bara komið með nóg af því að ég sé eitthvað vond manneskja og ég hætti á því að vera sagður óumburðarlyndur eða jafnvel nasisti eða fasisti fyrir það að vera bara á tiltölulega eðlilegri afstöðu gagnvart einhverju málum og það er ekkit eðlilega afstæða að vera á móti því að einhver fá að vera eins og hann kynferðslega séð, það engin afstæða sko. Nei, en það er svo mörg flókin atriði í þessu, eins og bara þú veist, þú hefur talað transumræðina, það getur taka transumræðina en ég held að sé alveg eðlileg afstæða einhverja kvenna að þær vilja síður að það sé einhver sem að hefur breytt sér í konu sem að inn í búningsklefa kvenna með, einföldum þetta, að bara sjá tippi inn í búningsklefa kvenna. Það umtalsverð breyting frá því sem að var, kannski það breyting sem að við munum koma til með að sannfæra aðra að sé allt í lagi. Það komið nýjir klefar sem eru kynhlutlausir. Jú, en
en það líka samt sagt að þú veist, við höfum ekkert að krafi neinnum að fara í þann klefa sem að við viljum að þau séu að fara í. Okay. Og veist, ég held að þetta sé, og það er svona grunnþættir sem ég held að bara fólki þykir allavega eðlilegt að eiga samræður Já, ok, hérna mér finnst samt, sko, við getum ekki gefið neitt afslátt, sko þannig að við erum bara ósámála þetta. En ok, tökum þá bara sveitastjórnarkosningarnar. Sko, hægrið, og þú veist að tala hægri bylgju, sá að hérna Björn Þorláksson var að nefna það á samstöðinni í viðtali við hérna Jón Trausta og Atla Þór Fandal. Hann sagði, ég veit ekki hvort það sé hægri bylgja endilega, en ég held að þetta sé bara bylgja fólks sem að pirra sig æði á ríkisstjórnina einhverju leyti, en líka gagnvart bara þessum svona skringilegu hugmyndum sem eru búin að vera reifaður undanfarin ár. Og ég held að hann hafi verið að tala þá þessa woke hugmyndafræði. Og því að ég alveg sammála því, sko, mér finnst mér ekki takast sérstaklega vel til að sannfæra fólk mína afstöðu í efnahagsmálum. Ég vil bara hæja í lága skatta og hvað þannig. Og ég veit ekkert hvort að mér hafi tekist vel til að sannfæra fólk það, en hins vegar í menningarmálunum. Þá finnst mér ekkert mál að sannfæra fólk. Og það er þú veist, þetta er hægri bylgja og ég held að við séum rétt byrjað að sjá í toppana ísjakanum í þeirri vegferð, sko. Sko, þessi hægri bylgja svokallaða sem að kemur núna er náttúrulega bara eitthvað svona viðbrögð við ríkisstjórninni. Sko, þjóðinni með eitthvað svona innbyggða radar að það þarf að vera eitthvað svona jafnvægi á borðinu, sko, þetta er eins og þú leggur á borð, þú veist, það þarf að vera, hérna, þú veist, við erum með ríkisstjórn og sem er vinstrisinnu þá neyist fólk til að kjósa hægri stjórn. Fólk getur raða þessu svona einhvern veginn upp. Þetta er svona mjög áberandi í forsetakosningum að establishmentið hefur aldrei tekist að vinna þær. Það er bara einhver íslensk regla, ég veit ekki hvað hann kemur, en það er mér finnst það ákveðin fegurð í því, sko. Já, bara alltaf hérna kannski oftast er hægri stjórn í landinu og þá hefur fólk tilhneigingu til að kjósa ekki þeirra frambjóðenda. Og þetta var það sem Katrín lenti í, sko. Og hérna, að því hún var alltaf orðin frambjóðandi sjálfstæðisflokksins og sjálfstæðisflokkurinn hefur tapað öllum forsetakosningum hingað til. Og þetta er eitthvað svona svipað, finnst mér, að fáum núna þessa hægri bylgju. Maður svona lítur tilbaka og maður bara, hvernig tókst Samfylkingunni að vera við völd í 16 ár? Manni finnst það náttúrulega bara alveg ótrúlegt. En þetta var náttúrulega sögulegt þegar R-listin tók við og maður spyr sig, akkur er ekki bara gerðu nýr R-listi, þá væri við alltaf við völd. En hérna, mér finnst svona Samfylkingin hafa unnið mjög gott starf, sko, og Reykjavík vera allt önnur borg í dag heldur en hún var. Dagurinn alltaf sá borgarstjóri sem hefur sett mest mark sitt á borgina, sko. Davíð byggði 2 hús en hann byggði bara 100 húsum og bara uppbyggingin er svo mikil og þéttingin stórkostleg og sjáu þetta, þessi 9 hús í Grensás, mér finnst þetta bara Nóatún, mér finnst þetta bara allt frábært. Finnst þetta ekki ljót hús? Nei, mér finnst þetta stórkostlegt og bara, þú veist, hvernig var Grensásvegur til dæmis áður? Það var ræðilegur og fólk er eitthvað að normalisera og romantisera þessi hús sem eru bara hérna í Ármúlanum, finnst þetta flott og þetta er miklu betur en það, sko. En mér finnst bara svo skrítið, þú ert svo mikið listafrömuður að þú ert að segja þessi svörtu kassar séu fallegir. Já, þeir eru ekki svartir, til dæmis. Nei, ok, en ok, tökum hérna, ég átti þetta samræður við hérna skoðanabróðin Brynjar Níelsson. Þar sem að hann var, ef við vorum að reyfa, ég veit hann er ekki skoðanabróðin, þetta var djók, en þar voru að ræða Hlíðarhverfið. Hlíðarhverfið er fallegt, gamla Hlíðarhverfið. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu.
Valsreiturinn það ekki. Þú veist, hann ekki fallegur og hann klúður. Nei, mér finnst það alls ekki sko. Þetta er bara eitthvað ný ásýnd sem að Reykjavík mun verða og verður flott með tímanum. Þetta eins og París sem öll byggð á sama tímabilinu og öll húsin í sama stíl og ég get alveg séð fyrir mér að þetta verði svona Reykjavíkur lukkið í framtíðinni því að verktakandi kunni ekki að byggja neitt annað. Já, en hugsaðist þetta bara svona Victorian, rómverskt, skilurðu, fegurð húsa. Já, sko, það ekki í svarti kassa sem við hugsum. Núna að rísa við hérna, hodnin Nóatúns og Laugavegs og inn á Grensásvegi og hérna í Vesturvín. Þetta eru svona vandaðri hús sem maður séð áður. Þetta ekki bara þessi kassar sem að hérna, og þarna eru hátt til loft sinni í íbúðunum og þetta allt annað bragur á þessu, sko. En þú ert alveg sammála með því sem það, þú veist, ef þú kemur á Valsreitin þá ert ekki að horfa í kringu þeim og bara, wow, hvað mannkynið komið langt. Ég hef ekki farið inn í þetta hverfi, sko. En þú séð þetta? Já, maður keyrir framhjá þessu. Mér finnst þetta allt annað heldur en blokkirnar í Háaleitinu eða sem ég ólst upp í, sko, sem aldrei voru fallegar og ekki enn orðar fallegar, sko. Mér finnst þetta mikil framför. Þarna hugsað birtu og skjól og lokaða garða fyrir krakkana og þetta allt annað líf, sko. Já, þú hérna, mér finnst þetta ég var að ræða þetta. Ég hrifin af svona borgarumhverfi, sko. Reykvíkingar hafa eitthvað svona tilhengu til að vilja hafa alla byggðu svona lágreista og svona dreifða og keyra á milli og vera alltaf inn í bíl og geta ekkert labbað en draumurinn náttúrulega að þú getur labba út í búð og það svona, ég veit ekki hvort það sá veruleiki komið nokkur sinni hingað, sko. Nei. Og svo bara tökum við borgina. Þegar Erlistin kemur inn, þá var ströndin öll í voli, það að hreinsa hana með einhverjum skólpreysistöðum og leikskólarnir voru eitthvað 3-4 og þetta þurfti að byggja allt upp og síðan kemur seinni bylgjan með samfengingunni með Degi, sko, sem tekur við af Ingibjörgu Sólrúnu og þá fyrir þessi þétting í gang og hjólastígar og mér finnst alltaf svona að samfengingin verða eins og litla gula hænan. Hver ætlar að byggja með okkur leikskóla? Ekki ég. Hver ætlar að byggja með okkur hjólastíga? Ekki ég, bara verið í bíl. Hver ætlar að byggja með okkur borgarlínu? Ekki ég. Og svo þegar þetta allt komið í gagni, þá finnst öllum þetta frábært og nú þetta leikskólamálin aðal Trump sjálfstæðisflokksins og einhvern veginn öllum þessum gömlu stefnumálum vinstrimanna alltaf stólið, sko. Þeir ryðja brautina og hinir koma luðrast svona með og eins og með borgarlínuna núna, það náttúrulega bara aðalmálið í Reykjavík í dag. Hún bara sprungin og fólk sem býr í Hafnarfirði þarf að þræða ykkur öngstræti til að komast heim til sín síðdegis og fólk býður í biðröðum og hver lausnin? Borgarlínan eina lausnin, svona raunhæfa til framtíðar, að því að borgin mun stækka og við eigum eftir að breyta öllum þessum húsum hérna í Ármúla í 6 hæða blokkir, held ég, sko, af því að það ekkert pláss fyrir hérna, ef Reykjavík væri jafn þétt og París, þá gætu allir Reykjavíkingar búið fyrir vestans og Snorrabraut. Þetta var eitthvað sem Gísli Marteinn sagði í podcasti daginn og mér finnst þetta svo merkilegt. En París náttúrulega kannski of þétt fyrir norrænar slóðir, segi það ekki, það þarf að vera meira opin svæði og allt það, sko. En borgarstæði Reykjavík eru geggjað, sko. Þetta svo fallegt og borgin við Sundin gæti orðið mjög flott líka. Ég ekkert á móti þeirri hugmynd til þess að byggja í Geldinganesið og tengja þetta allt með brúm og svona fara í göng og ég svona framkvæmda maður þannig, sko. Já, ef þið að heyra eitthvað, ég held samt að mækana nefnir ekki, það hafi verið eitthvað hamra ég nenni ekki að hlaupa út og biðja maður hætt út af því að ég í spelku. En sko, þetta bara ég að hamra þessar hugmyndir. Já, hamra þessar hugmyndir inn í hér. En sko, út af því að þú veist, þínar hugmyndir, þú talar þetta sé gott og fleira. Hefurðu engar áhyggjur af, út af því að við erum búin að tala vókið, sannfæringarkraftur vóksins hefur minnkað umtalsvert. Við sjáum það náttúrulega bara í fyrsta lagi náttúrulega út af því að við erum menningarlega tengt Bandaríkjunum að miklu leyti. Sjáum það að Trump sérstaklega kosin inn í annarskiptið en ekkert síður af þeir sem bara gerast í Evrópu. Við erum að sjá í Bretlandi Reform UK að taka yfir. Meloni náttúrulega komst til valda í Ítalíu fyrir 2 árum eitthvað svo leiðis. Ekki blaðarinn að springa? Hún ekki sprungin? Þetta ekki búið, sko? Ég held að þetta sé bara toppur á ísjakanum, sko.
Ég held að Trump þið spilum hann þessa búinn að hendi. vera sko, hann ástar að tapa þessum kostningum í haust og þá verður hann valdalaus Já, forseti já, og ég sammála því sko, en ég er aftur á móti að ef ég er að reyna að para þetta við Putin er að tapa stríðin í Úkraínu og öll þessi, þú veist, þetta er alltaf gangið tilbaka, finnst mér sko. Já, mér finnst það ekki vera beint tengt þessu, ég er að hugsa svona Miðflokkurinn alltaf vælandi í vörn en þessi menningalegi sannfæringakraftur ykkar vókistana hefur verið svo ótrúlega lélegur. Ég reyndar vissi að þetta myndi dvína út af því að maður fann alveg undirölduna þegar maður var að tala við fólk sem að býr í Breiðholti og annar staðar. Er þetta ekki bara þið menningar elitan í 101 latti lepjandi að væli yfir því að aðrir séu ekki sömu skoðun á þið og þá segir fólk bara já flott, þá kýs ég bara einhvern annan. Hvernig horfum þetta verið? Fyrir ári síðan fannst mér svona mikið bylgja gegn vókinu sko. Þú þurfum að ganga tilbaka? Og sko, taktu hinsegin fána málið. Já, já. Þegar Snorri kemur hann í þingið og flyttur hann að lélegustu ræðið þingsugunar, bara hvað var hann að tala, einhverja fána í barnaskólum borgarinnar og það var svo mikið backlash að hann gat ekki einu sinni staðið við þá og mætti í viðtal til Jakobs Bjarnar vina síns til að væla undan umræðinni. Og öll kosningabarátta Miðflokksins fór í að væla undan viðbrögðum þjóðarinnar. Af því að fólki var bara misboðið. Það er enginn sem gat staðið með þessu. Og þegar þú ert með svona mikla hinsegin fánafóbíu, það er eina sem fólki dettur í huga að þú sést í skápnum eða sé eitthvað að, sko. Akkur er fólk með þessa dillur og berjast á móti þessu, ég skil það ekki. Samkynhneigðir er hérna bara komnir til að vera og hafa alltaf verið. Og þetta er okkar þjóðarstolt. Gay Pride gangan á... Já... Heldur þú í alveg tala að Snorri Másson sé á móti samkynhneigðum? Já, greinilega. Trúirðu því? Já, greinilega. Í alvörinni? Já. Nei. Akkur lætur hann þá svona? Ég held að þetta sé bara út af því að svona mjög sérkennilegar hugmyndir ýmislegt er varðar kyn og þú veist, það vinklað inn í þetta kynami sem er þetta orð sem er ekki nota lengur að mér skilst en með þessa transumræða og fleira að það sé ákveðin bara svona heimting á því að þetta sé kennt á yngstu stigum. Já, þeir eru bara haldnir ykkur í fóbíu. Já. Þetta er ekki kennt. Þetta er bara svona aksepterað og þetta er bara veruleiki sem er svona sem krakkar eiga 2 pappa og aðri 2 mömmur og þetta verður bara að vera aksepterað og hætta þessu rugli. Þetta er ekkert mál lengur eins og dóttir mín sagði, sko, hún er 20 og hún bara þetta er alltaf mikið non-issue, þetta er ekki til umræðu lengur, ekki frekar en eitthvað eigum að vera með hitaveit eða heitt eða kalt vatn, þú veist þetta er bara fáralegt, hættum við sér að umræðu bara. Já, en það er nefnilega máli sko, þegar að krafan er svo að hætta umræðinni. Sko miðflokkurinn er svona, mannst ekki í gamla daga þegar Vinstri græni voru svona, það voru svona flokkur sem voru á móti öllu, eina sem voru með var að tína fjallagur, þetta var svona klísjan. Miðflokkurinn er svona nýji nei-flokkurinn á Íslandi. Hann er móti öllum hugmyndum. Hann er móti borgarlínu, hann er móti hinsegin fánum, hann er móti hælisleitendum, hann er móti þjóðaratkvæðum, ESB, hann er móti öllum hugmyndum sem koma. Og hvað vilja þeir? Hvers konar framgangur er þetta? Þeir eru ekki með neina efnahagspólitík, þeir eru ekki með neinar svona hugsjónir aðra en það að spóla okkur tilbaka í eitthvað fordómafullt samfélag. Nei, ég held og trúir þess ekki sko. Ég trúi ekki að þú haldir í alveg talað að Snorri Másson sé haldin einhverju svona samkynhneigðra fóbíu sko. Ég held að þetta kom ekkert frá þeim stað og ég held að enginn í miðflokkunum sem að er svona í raunverulegu forsvari fyrir þá sé á þeim buxunum að samkynhneigðir sé einhvern veginn varhugaverðir. Ég held að það sé ekki staðan. Ég held að fólki Akkur eru þau með samkynnið á heilanum? Já, þeir eru ekki með samkynnið á heilanum og ég reyndar hefur þetta verið mikið umkvörtunarefni hjá samkynniðum að einmitt að þeirra svona barátta sé einhvern veginn innvinkluð inn í að það séu til fjölmörg kyn, að það sé einhvern veginn að þetta er alltaf að vera kent í skólum og að þetta er einhvern veginn að vera Mannlífið er bara svona spektrum, það er svona litaspektrum og svo bara þarna eist er einhver algjörða kallrempur og þarna hinum megin er bara svaka skvísur og svo eru alls konar týpur inn á milli og svo mætist þetta í miðjunni í transfólki
og svona bara lífið og þetta bara alls konar, við erum bara fagnaði og fagnaði fjölbreytileikanum og bara leifa öllum að vera eins og þeir eru og bara ekki vera með þessu fordóma. En nú ertu vinsæll rithöfundur og það sem er svo sérstakt er að þú heyrir einhver rök og þú segir bara þetta eru alfarið hálfvitar, þetta eru bara vont fólk sem er haldið einhverju fóbíu, við eigum ekki að hlusta á þetta á að vera útskúfað úr samfélaginu, við eigum ekki að leyfa þess að heyrast og við ætlum bara ekki að leyfa þess að heyrast. Afraksturinn er náttúrulega sá að fólk bara fer aftur í baklás og kýs í auknum mæli þau öfl sem að þú ert nákvæmlega að tala gegn. Út af því að þið hafið mist þetta erindi það að ágæti ykkar sjónarmiða geti verið eitthvað sem þið geti fært rök fyrir. Út af því að þú segir bara, nei, þetta bara, við erum spektrum, þið eruð hálfvitar, við erum að fara að vera hérna í mannlegu samfélagi og það er þetta sem ég held að sé svolítið að glutast niður. Mannréttindi er ekki skoðun, mannréttindi er bara mjög mikilvæg og það er ekki þetta að deila þau og við tökum þau ekki tilbaka og þegar tjáningafrelsi er hluti af því. Já, og auðvitað með allir tjá sig þetta en við megum líka að gera grína þeim og það er okkar hlutverk að standa vörð okkar góða samfélag sem við byggt upp hérna og við tekið rosalega tíma, hugsaðu ykkur bara baráttuna sem að Gunna rettaði hjónabandi samkynhneigðar og þvílík hetja, rétt að hann dó og einhvern veginn barðist gegn kirkjunni, barðist gegn öllum þessum íhaldsöflum og við megum ekki fara tilbaka, við verum að halda baráttunni áfram og þess vegna verðum við að bara gera grína þessum dútum sem að tromma upp með einhverja fóbíu og til dæmis útlendingahatrið og allt það þetta er bara svo hættulegt og við sjáum það, móðir skrifaði helgina að sonurina sem er samkynhneigður var bara niður í bæ, kemur blóðugur heim og þetta er náttúrulega bara í kjölfar þessar umræðu og þannig að afleiðingarnar, fólk verður að hafa í huga afleiðingarnar, orðum fylgja gjörðir, orðum fylgir ábyrgð. Var það með vísan til þess að hann væri samkynhneigður sem hann var lamin? Já. Ég mista þessu. Já, þetta er bara svona móðir sem skrifaði á mjög einlegan pistil á Facebook og tengdi þetta beint við umræðina í þinginu hjá Snorra og þessum gaur sem talaði á fundi hjá Miðflokknum Sverrir Helgason. Já. En út af nefnir þetta er hættulegt þetta má ekki fara langt inn í þetta. Ég held að það sem sé hættulegt er einmitt að við segjum bara við fólk að allir séu einhverjir ógeð sem að við eigum ekki að hlusta á og eiga að vera útskúfaðir. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og lætur klára málið í dag. Hlaðvarpið eins og þið vitið er í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú er ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta er valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun. Sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Ég bara skil ekki þessa reiði, þessa gremju sem er í kallmönnum, ungu kallmönnum. Nei. Hvaðan kemur þetta? Þetta er eitthvað svona hlutverkaleysi og þeir upplifa sig eitthvað svona, kannski er þetta bara, þeir eru alltaf á Tinder, alltaf verið að hafna þeim, þetta er eitthvað svona höfnunar, ég veit ekki hvað þetta er. Ég sammálar því, það er ekkert jafn hættulegt. Bara farið á völlin og fáið útrás fyrir gremjun og með öskra og dómaran eða eitthvað. Það er bara, þarf að gera eitthvað í þessu Því að þetta nýja samfélag, þetta er svo miklu meira blómlegra og það eru öll kyn og allir litir að tala saman. En hefur engar áhyggjur af því að eða þú veist, hugsaðu aldrei það hvort að þín svona aðferðafræði sé að sannfæra, til dæmis ef við tökum bara svona með 0 punkt. Ég er Hallgrímur Helgason, ég er með mikið plattform, ég skrifa bækur, ég kemst í Gíslamartin
og ég ætla að hugsa, ég Hallgrímur Helgason ætla að reyna að sannfæra fleiri ágæti minna sjónarmiða og passa upp á það að færri séu sammála mér. Ég tel allir þegar þú fyrir Gísla Martein og segir við hvað eru þið hrædd eða þú talar á þann veg sem þú talar til dæmis Miðflokkinn, þá held ég að setja sannfæra færri. Hefur aldrei neinar áhyggjur af því að þú setja sannfæra færri frekar en fleiri? Sko, maður ekki í svona vinsalda slag þegar maður að tala þessi mál. En þú sagðir að við viljum halda í þetta góða samfélag sem við erum að búa til. Já, verðum að tala með því. Já, en þá verður að vera einhvers konar vinsaldarkeppni gagnvart þín megin sjónarmiðum. Nei, þú veist, ef þetta eru óvinsæl sjónarmið, þá ég ekki að fara að bakka með þau, sko. Af því að einhver öðrum finnst þau óvinsæl eða léleg. Þú veist, ef ég espa einhver andstöðu upp, við verðum bara að halda áfram og bara standa með þessum góðu gildum sem við erum með og ekki gefa neitt afslátt á þeim. Og þú veist, þetta eins og bara standa með Palestínu, standa með Úkrænumönnum í þessum stríðum sem þeir eiga í höggi við svo mikið herveldi, sko, bæði í Úkrænu og Gaza og við verðum að sýna einhvern stuðning, annars líður okkur illa og við verðum að hætta að horfa á Eurovision og allt þetta fylgir þessu öllu, lífið svona. Og maður getur ekki, sko, í Gísla Marteini þá var ég með svona ræðu að því að Bjarni Ben var eitthvað búin að prófokera í kosningabaráttu og þú veist ekki hvað margir komu til mín bara úr fólk út á götu, bara takk. Sko, ég sjálfur giftur konu frá Afríku, það einn brúnn í bekknum, það kona frá Kazakstan í fjölskyldunni og þú veist bara, við þurftum að heyra þetta takk og ég held bara það sem að við varum að tala þarna, það engin fjölskyld á Íslandi sem alhvít, það ekki til lengur og við verðum bara að acceptera þetta og vera góð þetta fólk og hætta að tala svona eins og fávitar og bara live with it, sko, þetta hefur gengið ótrúlega vel hjá okkur, 20% þjóðarinnar útlensku bara ekki brotin, ég meina maður spyr sig hversu hátt getur það hlutfall farið, sko, í Dubai kom ég í borg þar sem að heimamenn eru 30% og þetta mest dýnamiska stórborgin í dag, þú veist, viljum við það kannski ómikið, við það ekki en þú veist, finnst þér einhvern tíma að vera, segjum svo að 60% þjóðarinnar var erlendu berg í brotnum, myndi þið finnast það ómikið eða ólítið? Það fer eftir, sko, hvað erlend berg, sko af því að menn tala að þú erlendu bergi brotin þó þú sér svonur innflytjanda og þú sitt fattur á Íslandi og hafi verið í skólakjörun á Íslandi, þá ertu Íslendingur, sko. Þá ertu að tala íslensku og við getum varðveitt íslenska menningu og gert hana stærri. Þú veist, þegar ég var að vaxa úr grasin 20 ára gamall 1979, þú veist, þá var einn Amerikan í bænum og ertu búin að sjá Kanan, hver þetta? Þú veist, það var einn maður í bænum og það hafði rosalega áhrif á menningargeiran komin einhver amerískur rithöfundur til landsins og eitthvað svona ruggað öllum bátum og allir voru eitthvað, ertu búin að hitta hann og þá voru við svona mikið ísjáleguð einangur þjóð og svona lítil í okkur og svo gerist þetta hægt og rólega, Björk verður heimsfræg, Reykjavík verður heimsfræg, allir koma allir hingað og þetta verður svona aðalborgin í Evrópu og maður þurfti bara að klípa sig í handlegginn svo maður trúði sig í þessu og síðan kemur túristabilgjan og svo koma hælisleitendur og svo bara þegar túristabilgjan kemur þá þurfa kapitalistandi sem að reka íslenska túrismann, þeir þurfa bara fólki að halda og það bara flutt inn í stríðum strömmum. Þannig að kapitalið búin að flytja allar þessu útlendinga til Íslands. Hægri menn eru búin að gera það. Og það þýðir ekki að bakka með það svo. Þetta eins og í Þýskalandi eftir stríð, þá vantaði fólk í vinnu og það voru bara kallað gastarbætir og komið frá Tyrklandi og svo gestaverkamenn frá Tyrklandi. Svo bara urðu þeir eftir þarna og þjóðurræðin voru svona hissa og allar bara vera hér. Angela Merkel sagði við vildum vinnuafla, við fengum fólk. Nákvæmlega, og hún sagði líka við schaffen es, við reddum þessu við schaffen das við schaffen das og þegar tóku 1 milljón sýrlendinga inn í samfélagið sem alltaf regulandi núna ok það því að sko það var svona stórhuga það var svona og þú veist Þýskaland náttúrulega bara svolítið svona staðina, sko, fólk hætt að eiga börn og svona, þetta náttúrulega vandamál í vestrænum heimi og þetta vandamál allstaðar og hérna líka í okkur og hver þá viðbótin, sko, hvaðan kemur lífið? Jú, það með innflytjendum.
Já, en eins og ég segi, þú veist, fólk minna og minna sammála þér, langar með að segja. Ég held að við sjáum það bara í gegnum kosningahegðun. Þannig að sko, mér finnst eins og þú veist að tala fyrir ákveðin svona hnignandi málstað, en ég samt sem áður sammála þér að einhverju leyti gagnvart því að ég tel að sko, þeir sem eru oft sammála mér og ég lendi oft í þessu þegar ég til dæmis tala islam eða eitthvað hannig að þegar ég tala hérna ákveðin menningarlega afbrigði sem ég tel að séu ófýsileg á Íslandi að þá einmitt fæ ég einhverja peppara sem að segja hérna já við þurfum að moka öllu þessu hyskjúlandi þá ég bara nei, það er ekki það sem ég að segja ég bara tala að takast á við ákveðin afbrigði en ég held að eins og þú nefndi Þýskaland þeir ætla að reka núna 800.000 Sýrlendinga á landi við erum að koma upp flóttamannabúðum Villi Árna að fara að taka við í hérna Reykjanesbæ ásamt miðflokknum og þeir segja að við ætlum ekki að fá neina fleiri hælisleitendur inn Þeir ráða því náttúrulega ekki sko. Nei, en þeir geta barist Ráða þeir yfir Keflavíkurflugvelli er það inn á bæjarlóðinu en þeir geta sagt bara við ætlum ekki að fá það inn í samfélagið okkar og þá hérna og þá náttúrulega byggist þetta aðalega á uppihaldi húsnæði og fleira Ég hef skilning á því að þetta sé álag á kerfin og álag á skólakerfið En eins og með menningarleg afbrigði eins og bara viðhorf gagnvart konum viðhorf gagnvart samkynhneigðum og fleira Já, þetta er flókið, þú veist og við þurfum að hérna Burt með ógið Já, mennar en hérna, sko verður satt líka að bera virðingu fyrir menningu annarra þetta er bara þeirra menning og Hversu mikla virðingu? Þú veist, hversu mikla virðingu til dæmis menning, ég rætti þetta áður að til dæmis það sem að við höfum hérna þykir kolbrjálað á þessum stöðum það til dæmis að leyfa samkynhneigð það að í búningsklefum hérna kvenna geti verið til dæmis transfólk hversu umburðarlynd eigum við að vera gagnvart þessum sjónarmiðum ég tel að við höfum alls ekki að vera umburðarlynd gagnvart við til dæmis að konur þurfum við að sæta einhverju þvingunum fyrir það að vilja klæða sig á þann máta sem að þær vilja ég tel að á Íslandi eigum við bara að vera hvergi einhvern veginn umburðarlynd gagnvart því Já, en þú veist, ég held að þetta sé nú ekki stór vandamál sko. Þetta er stór vandamál einhvern náði mynda einhverju konu í búrku þarna niður í Borgartúni og það, ég hef ekki séð þetta sjálfur en þú veist, hefur En þetta er stór vandamál á þeim svæðum sem að þetta fólk er að koma frá þannig að við hefum að gera ráð fyrir því að þegar að það er fólk sem að kemur að þá er þetta stór vandamál innan þess mengis sem ræðir Já, við erum að fókusera á eitthvað svona mjög fáa innflytjendur og að búa til eitthvað vandamáli kringum það, leiðum ekki að byggja mosku til dæmis sem er alltaf fáralegt auðvitað verða þau að fá að stunda sína trú í gangi hér á landi eins og annar staðar og það eru moskur í öllum löndum, það er bara hluti af heimsmenningu við erum bara heimsmenningar borg líka, sko, heimsborg og þurfum að vera svona leyfa fólki að vera það sjálft líka sko. Á sama Hversu tíma mikið? Út af því að þú veist, ég meina eins og með óumburðarlyndi gagnvart samkynhneigðum þú talar það að hafa verið samkynhneigður maður lamin niður í bæ það kom núna þegar að þannig í kringum Pride fyrir hvað 2-3 árum að þá var maður hérna samkynhneigður lamin fyrir það að vera samkynhneigður og þetta er ekki útlendingar að lemja Jú, það voru einmitt menn sem að töluðu arabísku sem að hérna lömdan og þess vegna töluðu við minna það út af því að við vitum ekki alveg hvað við erum að gera við þessu upplýsingar Þannig ég er að velta fyrir mér sko hversu umburðarlynd eigum við að vera það er það sem svolítið ég reyna að fá upp úr þér út af því ég meina að sjálfsögðu Hvað er að draga línuna? Við erum alltaf að tala einhver afmörku mengi ef að manneskja, ef að kona er að hérna ef að maðurinn hennar er að lemja hana á hverjum degi þá erum við að fókusera á það afmarkaða mengi þá erum við ekki að segja við sjálf okkur hérna Já, nei, þetta er nú bara eitthvað svona eitt dæmi og þú veist, við að sjálfsögðu einbeitum okkur að nákvæmlega því að kona sé að vera lamin af sínum maka. Það að það kemur fólk sem er með ákveðina, kemur frá úr ákveðina menningu, það er eitthvað þá sem við eigum að fókusera á. Sko, heimilisofbeldi er mjög útbreitt á Íslandi því miður, sko, og það kemur ekki að utan, sko. Þetta er bara okkar menning og nauðgana menningin okkar er hræðileg og heimilisofbeldið og hluti af einhverjum alkoholisma sem grassar ennþá og vandamálin eru því miður svolítið okkar sko. En hlutfarslega þá er líklega að það komi úr þeirri menningu
skilur það er tíðara. Ég veit ekki, ertu með einhverja statistik? Já, það alveg sama hvar maður dreipur niður. En ég að segja sko út af því að þetta svolítið þetta með sannfæringarkraft þinna sjónarmiða. Hann að verða minni. Þessi þáttur í boði Þór Grímsson og Co. fyrirtæki sem að flestir í byggingabransanum þekkja vel og það ekki af ástæðu lausu. Ef þú ert í einhvers konar verkefni, hvort sem að það smá heimaverkefni eða stærri framkvæmdir, þá þetta einfaldlega staðurinn. Þeir eru með allt frá veggefnum og loftefnum yfir í gólf, klæðningar og alls konar sérhæfða lausnir sem að gera lífið þitt einfaldara. Ég hef sjálfur verslað við fyrirtæki gegnum tíðina einmitt til þess að finna lausn við hljóðeinangrun sem líka ástæðan fyrir því að hljóðvistin hjá mér eins góð og raun ber vitni. En það sem að kannski skiptir mestu máli að þegar þú rennur við í Ármúla 29 þá færð þú alvöru ráðgjöf, ekki bara einhverja vöru, heldur hjálp við að velja það sem rétt fyrir þig hverju sinni. Eins og segi, staðsettir í Ármúla 29 í Reykjavík en senda allt land. Mjög þægilegt, kíktu á thco.is eða thorco.is og skoðaðu úrvalið. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú komin nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þú skráir þig í áskrift og frían brúsa með. Svo 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfaldlega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. Ef við tökum bara þann afmarkaða hluta, við getum tekið um útlendingaumræðina, við getum tekið um hinsegin málin, skiptir ekki máli. En út af því að þú segir ég vil einbeita mér að því sem að gert vel en það alltaf að vera minna og minna. Þannig að íhugar þú aldrei svona, nú ætla ég að reyna að einbeita mér að því að passa upp á það að mín sjónarmið verði ofan á með því að ég kannski ekki breyti, gefi eftir, heldur bara það að þú beitir svona þannig að þú sannfæri fleiri. Mér finnst þetta alltaf vera svo skrítið, til dæmis eins og ég hef gagnrýnt til dæmis feminisman að það bara, það bara áfram. Þetta bara keyrir gegnum vegginn, alveg sama hversu mikið fólk á móti því. Fattar þú hvað ég menna? Það enginn á móti feminisma, held ég. Jú, ég. Ha? Já. Ertu ekki með konu? Jú. Hvað svo vandamálið? Hún það líka, nei, ég ekki kasta hann þetta vagnin. Nei, ég það enginn á móti feminisma, þetta bara rugl. Feminisk fræði náttúrulega byggja á óvísandalegum vinnubröðum sem hefur grafið undan félagsvísindum heilt yfir og come on, í alvörinni. Tóti, þetta bara, þú segir þetta ekkert. Þú settir ekki til að tala í dag. Hvað meinar þið? Hvað, erum við bara 1973 eða eitthvað? Þetta eitthvað time machine sem ég stendur í? Ég bara komin eitthvað aftur í já, konur bara fara út í búð fyrir mig og elda matinn. Hvað ég orðið nýraði líka? Ég meina, alltaf að hausinn á mér. Ég skilir þetta ekki, þú veist. Í alvörunni? Feminista umræðan bara, ég held að við varum búin að afgreiða hana. Nei, þetta eitthvað umdeilt. Nei, ég held bara út af því að annar bylgi feminismi var náttúrulega þessi svona sjónarmiðum rauðsokkana. Hver séu þriðjuvaktin á þínu heimili? Kona mín. Já. Þetta síðasta vígið sem við hefum eftir að vinna. Það ekki, þú veist, þeir sem eru búið með börnum og konum og geta ekki látið svona, þú veist, þeir geta ekki talað svona, þetta svo mikið vinna maður, að vera kona bara miklu meiri vinna en að vera katt. Já, ég bæði að vera í vinnunni, sjá heimilið og svo þessi þriðjavakt sem náttúrulega bara að drepa fólk, En bara feminismi hefur Munið þér afmælin á þriðjudaginn klukkan 3 Já, ég meina komi gjöf, ekki kaupa þetta því að hún vill ekki þetta allt þetta, allir þessi endalösu smáatriði maður reynir að taka þátt í þessu en maður finnur að konan alltaf með yfirbyrði í þessu og kvartar yfir því Já, ég meina það einn forstjóri heimilinu og það ekki ég Já, svo þetta kona mín ræður
sko, þetta þú ert alveg bara mér finnst þú vera miklu eldri en ég núna þetta svona sem kallarnir segja til að hrósa konur, það bara eitt boss sko, svo ráða þeir öllu sko en hún tekur allar ákvarðanir hvert við förum í frí og svona en þú veist, svo náttúrulega bara eitt kongur á heimilinu sko það ekki ég nei, ég meina, sko, ok það hægt að fara í ýmis sjónarmið, ég til með þriðja vaktin var náttúrulega eitthvað sem að svona, Þorsteinn Már Einarsson og Hulda Tolgis voru forsprakar að þetta var tímamótaverk skrifuðu bók þetta að hérna konur væru með þessa svona huglægu vinnu á sínum herðum sem að byggir á því eins og þú ert að segja að þurfa að ekki bara að vinna aðra vaktina sem að hefur að gera með heimilisverk og annað heldur líka hafa þá yfir sín gagnvart jafnvel þeim verkefnum sem eru aðalega bundin við karlmennina það að mun eftir gjöfum, mun eftir því að hérna sjá hvort að panta jafnvel fyrir bleikudagur á morgun, það er bleikudagur í skólan bleikudagur í leikskólanum þetta er alltaf verið að gera manni lífið erfitt sko. vantar barninu vettlinga, allt þetta en ég tel bara að það sé mjög ófýsilegt að aðrir séu að bjóða sér inn á heimili undir þeim formerkjum að það eigi að einhvern veginn að staðla það á hvert heimili hvernig þeir að haga sér hverju sinni. Ég tel það bara að vera slík svona allræðis tendens, svo ég fá að sletta. Og þrýsta mér inn í þriðju vaktina bara með valdi. Þetta er bara... Þú ert sammála mér. Nei, þú veist, ég er 67 ára, sko. Já. Ég var að fá afslætti á tannlækninum í morgun. Ég var bara í skífunum með þetta. Þannig að ég er áni gamall, þú veist, og mér finnst svona sorglegt að þú svona ungum maður sem er svona gamaldags viðþorf. Við erum bara rúst ykkur. Allir þessi hægri bylgja, ég náttúrulega eins og ég var að segja við hann, ég var svona vonast til að hún væri með meiri svona, hvað var að segja, tauggagnvart svona hægæskum fræðum, ég er svo að vona skattalækkanir fylgi þessu líka, ég hef ákveðin að trúa því að við munum rústa ykkur það mikið að skattalækkanir munu koma. Hvað ert þú í flokki? Ég er engum flokki. Okay. En þú segir við? Já, hægri menn, frjálshyggjumenn. Ég nefnilega sko, út af því að frjálshyggjan er dauð, þú veist það? Nei, hún er það ekki. Jú, hún er að vakna. Þetta er úrrælt hugmyndafræði, þetta er bara fatsjar. Já, meiri fatsjar. Við vorum með tilraunastofu í frjálshyggju hérna og hvernig fór hún? Hún endaði í hruni, hún endaði í þjóðargjaldþroti. Hrunið kom út af því að vinstrimenninni sannfærði okkur það að 90% lán myndu koma til með að auðga samfélagi. Hrunið kom vegna þess að allt var einkavætt. Nei. Stærsti glæpurinn var náttúrulega, bankandi voru gefnir, bestu vinum aðal og síðan fór í gangi einhver svakaleg búblu árein. Já, þeir fóru til Seðlabanka og svo fengu 100 milljarða til þess að reyna að bjarga sér. Ég meina þetta hefur allt að gera með peningaprentun og þess að svona vinstri hugsunum það að sama hversu mikla peninga þú prentar að það mun það var bara stærsta frjálshyggju tilraun í heimi og endaði svona. Og þú veist, frjálshyggja gengur alveg mjög vel upp á meðan fólk á ekki börn og er ekki veikt og verður ekki gamalt. Þá gengur hún gengur alveg upp á blaði sem einhver fræðigrein sko. Að lækka skattana, það er ekkert að byggja, ríkið þarf ekkert að sjá neitt og allt bara rúllar á sinn hátt sko. Og þess vegna eru heimdellingar, þetta eru ungir kallmenn sem eru svona mestanpart og allir eru barnlausir og þess vegna neyjast fara þeir inn í þessa hugmyndafræði en hún alltaf gengur ekki upp til lengdar, svo verður fólk fullorðið þá þarf að fara að hugsa á fullorðin hátt og þá kemur inn í þetta sósíaldemókrati sem að tekur á málunum og sýnir ábyrgð og býr til bestu samfélagin eins og á Norðurlöndunum. Þetta er náttúrulega bestu samfélag sem heimurinn hefur séð og það er kratismin sem við búið til. Þannig að vinstrið verður að koma inn með ábyrgð og einhverja nýjar hugmyndir og fullorðis og hafa vit fyrir frjálshyggjuna því að hún getur ekki séð samfélag sko. Nei, ég náttúrulega ekki sammála þessu og ég meina þessi samfélag það fæst mér alveg þessi samfélag eru góð þrátt fyrir kratismann sko, það var náttúrulega þrátt fyrir sköpunargleði sem fylgir þeirri frjálshyggju sem að þetta hefur byggt upp frá stríðslokum það er svo fyndið með ykkur sko, eins og með húsnæði kratar hafa verið við völd í Svíþjóð frá því að eftir seinni heimsstyrjöld það er eins og með óhagnadrifið húsnæði sko, kratan er alltaf að halda sko, að þeir stela nægilega miklu sjálfsafla fyrir annara
og búa eitthvað til eitthvað hús sem að náttúrulega eins og Brákaborg kostar einhverja milljarða, að þá er það svona, já, húsið þarna út af því að ég gerði það. Ég tók peninga annara og byggði upp þetta hús og klappa svo sjálfur mér á baki fyrir það að geta rétt öðrum lyklana. Förum bara aftur í söguna. Verkamannabústaðinni byggði við Hringbraut upp 1920 og Héðinn Valdimarsson. Þetta merkileg saga. Þarna fólk sem bara var að kuldrast í einhverjum torfbílum og svona vantaði bara almennilegt húsnæði. Þá sameiginlega sjóðir nýttir til þess að byggja gott húsnæði fyrir þetta fólk. Og þetta hús stendur enn. Já, en fyrir nákvæmlega, sko, og sama eins og með svona samvinnufélög, eins og með, það var til hreyfilsblokkir, já, en það voru líka blokkir og húsnæði sem var gert bæði fyrir tilstilli þeirra sem ætluðu að búa í þeim, þar að segja að þeir voru líka að vinna því að byggja þetta upp, en líka fyrir, með aðgang af þeim sem að raunverulega voru að borga fyrir þetta. Það var fegurðin í því. Núna þetta úthlutaðar lóðir eins og viðskiptaráðið búið að kæra Bjarg held ég, ekki BSRB en Bjarg og ASI náttúrulega standið því út af því að þetta hefur verið nýtt af fé almennings alls en aðeins útvaldir geta haft aðgengi að því. Það náttúrulega ólöglegt. Þannig að það einhvern veginn að vera að segja það að óhagnadrifið húsnæði sem við erum að sjá í dag sem byggt upp á sama grunni og verkamannabústaðir einfaldlega ekki rétt. Og þetta sko að það eigi að svona hugmyndir ykkar vinstrimanna það að þetta eigi að vera 30% byggt upp á einhverju félagslegum grunni svo mikil vantrú á íslenskri þjóð að það engu lagi líkt að telja sig þess komin að geta sagt við aðra, heyrðu, ég ætla að fara að búa til hús handa ykkur hérna lágstéttinni. Þetta skilaboð til almennings það að við höfum enga trú á því að fólk geti séð sig sjálft. Þess vegna held ég sko að frjálshyggja. Hluti borgaranna, hluti þjóðarinnar getur ekki 30%. Nei, kannski ekki 30%. Af hverju eru þá byggja 30% af félagslegum grunni? Finnst það ekki vera að della? Nei, ég get ekki séð það. Ég get ekki heldur séð þetta hvað hann hefur svo tölur, þú veist, hvernig getur treystið að hún sé rétt? Já, þú getur ég ekki inn í þessum húsnæðismálum, en ég bara þekki söguna og þetta kom sér vel og þetta var win-win fyrir alla og ég held að eins og húsnæðismálun í dag þar sem fólk að borga 300.000 fyrir íbúð, þú veist, hvernig fer fólk að þessu? Þú veist, á þessum leigumarkaði, maður bara skilur það ekki. Og kapitalismin ekki að delivera húsnæði handa fólkinu því að það eitthvað svona félög að kaupa upp allar íbúðir. Hið opinbera fyrir. Hið opinbera fyrir. Ástæðan fyrir því... Opinbera gæti þá, eins og segir, reisti húsnæði. Nei. Sko, 30% af húsnæðinu áður en að það byrja að byggja eru opinber gjöld og aðrir kostnaðarliðir. Ok, þú ert komin út í eitthvað smáatrið ég veit ekki sko. En út af því að ef við ætlum að tala húsnæðismarkaðin þá þurfum náttúrulega að vera einhver smáatriðum og þetta 30% þetta ekki smáatrið. Ok, tölum við eitthvað annað, ég ekki nóg vel inn í. Nei. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottin þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánaklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottin eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Nei, ég náttúrulega pæli mjög mikið í húsnæðinu. Já, okay. En ok, förum það aftur yfir í mómentið þegar þú ert í Gíslamartinni. Við hvað eru þið hrædd? Þetta hefur verið svona, þetta hefur náð miklu flugi. Já, þetta á samfélagsmiðlum, það til dæmis svona hægri mennir eru að setja soundbætið af því að segja þetta og svo fréttir af svona hælisleitendum að fremja glæpi. Já, þeir eru svo ánægðir með það alltaf. Já. Þeir eru svo glaðir ef að hælisleitendur gera eitthvað af sér, mér finnst þetta alveg hræðilegt. Þetta eins og ég var að segja við áðan, sko, ég hef, sko,
ég hef líka áhyggjur af minni hlið og hún fer í rauninni, þetta svolítið eins og þú veist, ég hef verið að tala gegn ESB eins og þú gerir örugglega ráð fyrir en þeir sem að tala gegn ESB fara oft í meira í taugunar á mér heldur en þeir sem eru hlynntir aðild og sama gildir svolítið útlendingaumræðina út af því að það svo mikið af svona fólki sem svona vill ganga svona alveg galið langt og bara við höfum að henda öllu svo hyski úr landi og ég svona, það engin laus. En aftur á móti hef ég áhyggjur af því að þegar að sigurinn mun koma hjá okkur að þá mun vera fólk tilbúið til þess að grípa það kefli og hlaupa miklu lengra heldur en þegar við vinnum þú veist, þegar við vinnum þessa umræðu ég meina, þú veist, og einhverja leiti það búið að gerast ég held að hælisleitendakerfinu verði til dæmis lokað Þorbjörg Sigríður mun koma á laggirnar flóttamannabúðum það verður svolítið svona lítið þetta í fréttum svona þessu ára allavega, ég veit ekki alveg já, það út af því að þetta að minnka stórkostlega lítil aðsókn til landsins hún að minnka okay. Af hverju það? Út af aðgerðum, ég held að Guðrún eigi svona mestmegnis þann heiður út af því þeim aðgerðum sem að hún fór í á sínu tíma Þorbjörg Sigríður aftur á móti líka búin að senda þau skilaboð Kristrún náttúrulega breytti útlendingaumræðinni alveg stórkostlega í þessu hlaðvarpi á sínu tíma Var það hér? Nei, það var endar heima hjá mér en hjá þér Já, í mínu viðtali En sko, ég held að við getum náttúrulega ekki hleypt öllum inn í landið við getum heldur ekki loka landinu En af hverju getum við ekki hleypt öllum inn í landið? Af því að það væri bara ómikið, þú veist, og hratt ómikið þá væri við bara konum með flóttamannabúðið fyrir austan fjall og 3000 tjöld eitthvað staðar á bökkum Þjórsár Sko, við getum það náttúrulega það ekki það en það bara kannski ómikil krísa fyrir okkur við erum náttúrulega næstríkastu þjóð í heimi við ekki gleyma því og eftir normunum og og sjálfsagt verður þetta í framtíðinni að fólk mun leita meira og meira í norður af þessum hitasvæðum og heimsagan kennir okkur að allt getur gerst og Og það, þú veist, við höfum bara verið 1000 ára á Íslandi, þú veist, hvaðan komum við komum frá Noregi og strannastað frá og hvaðan kom fólk til Noregs, það voru æsirnir sem komum frá Tyrklandi eða Asía þú veist, ásinn, æsir, Asía. Hann að tala 1000 ára sögu. Já, þetta bara, heimurinn alltaf í mótun og það alltaf eitthvað flæði í gangi. Ekki eins og að, þú veist, nú erum við að tala sko, svo útlendingaumræði sem að ber hvað hæst núna hvað ég var að segja, 3 áratuga skeið. Þegar þú ber það saman við eitthvað 1000 ára skeið, þá held ég að það sé ekki góð rök. Ég bara segja að, þú veist, það mun verða meira og meiri þrýstingur á okkur frá öðrum þjóðum, úr suðurinu sko. Það eins og að hafi svona eitthvað svona logn núna sko. Það ekki eins mikið, ekki eins mikið svona flóttamanna straumar frá svæðum eins og voru þarna í Sýrlandsstríðinu og svona og palestínumennir virðast ekki komast neitt en það náttúrulega hræðilegir hlutir í gangi og allt það og við brugðust við þegar Úkraínumenn lentu í sínum málum og opnuðu landi fyrir þeim og opnuðu landi fyrir Venezuela og að því að það var fólk að flýja kommunisma veist, þannig að það svona stundum eru við góð og stundum ekki eftir hvað fólk að flýja mér veist það svolítið svona skrítið en ég bara segja að það ekkert eilíft en sko ef við ætlum að reyna að finna eitthvað svona meðalveg, ég held að við getum alveg fundið það. Vilt þú loka landinu? Nei, ekki alveg. Ég myndi vilja loka landamærunum tímabundið gagnvart því að sé hægt að sækja hælisumsóknir. Ég aftur á móti tel sko út af því að ég held að séum á þeim stað núna, við erum að reyna að bæta þessi kerfi og reyna að flýta ákvörðunum en útlendingastofnun virðist vera einhvern veginn föst í fortíðinni og það alltaf að koma sögur þaðan að fólk kemst ekki, fólk bara búa hérna í 7 ár og allt það og eignast börn og ég veit ekki hvað samt verið að vísa þeim úr landi og maður skilur það ekki. En út af að spurði mig sko, þá langar mig að fara eins og rauk fyrir mig, ég sko tel að það ætti að loka hælisleitendakerfinu einfallega út af því að pólitíska eftirspurn í svona varhugaverðri þróun, langar mig að segja. Og það sem að ég myndi vilja sjá að við myndum loka hælisleitendakerfinu og það sé ekki hægt að koma til Íslands til þess að þiggja bætur. Það einfallega til
þess að vernda það velferðarkerfi og kannski kann hljóma einkennilegt komandi frá frjálshyggjumanni, en aftur á móti erum við með velferðarkerfi núna sem að ég tel að muni falla með gríðarlega miklum skriðþunga ef að við, eins og Kristrún bara sagði, þú ert ekki með opin landamæri og velferðarkerfi, það bara ekki hægt og það augljóst eins og sagan bara sýnur okkur. Ég tel að það sé hægt að takast á við þessar aðstæður með því einmitt að fella niður alla bætur. Þetta náttúrulega rosalega þjóðsaga að hinga komið fólk til að þiggja bætur og leggjast upp á ríkið. Nei, en það bara sé ekki hægt. Já, okay. Ég ekki að segja að flestir eru hingað komnir til þess að vinna. Já, og við þurfum þetta fólk til að vinna. Já, myndi Ísland hrynja. En það eina sem á að vera hægt. Já, ok. Að fólk sem vinnur getur vissulega unnið sér til þess að áskotnast rétt til að fá bætur á einhverju tímapunkti, en aftur á móti að þú getur ekki bara komið að landamærunum og sagt að ég ætla að fá bætur, eins og hælisleitendakerfi lítur út fyrir að vera núna. Og það ákveðin vorkunn gagnvart því líka innan hælisleitendakerfisins að það sé vont að fyrirkomulagi sé þannig að þú getur komið og fæ ekki bætur en þú mátt ekki vinna. Já, ég hef sagt bara, ok, hleypum bara ákveðnum hluta inn í landið, jafnvel utan EES, en þá fá þeir ekkert húsnæði, enga bætur og þurfa að sjá fyrir sig sjálfur. Ég held að það geti orðið stórkostlega jákvætt fyrir þróun samfélagsins, sko. Hver þín afstaða þarna? Svona með hælisleitendakerfið að bara við myndum loka því, engin erlendir aðilar sem hefur ekki áskotnast rétt í gegnum atvinnu. Við getum ekki lokað, við getum ekki lokað augunum fyrir umheiminum. Nei, hvernig myndir þú að sjá þetta? Ég myndi hafa svona hæfilega opið, myndum að segja. Þannig að við getum alltaf tekið mótið einhverjum fólki sem í nauð og þú veist, ég kynns svo mikið á svoleiðis dæmum og Já, en það það ákvörðun sem við tökum. Strákur sem að bjóða bekk í höfuðborg Nígeríu lagði af stað upp norður alla Afríku og komst til Ítalíu og lenti í svakalegum vandræðum á leiðinni og ætlaði svo til Írlands en flugmiðinn var óvart keyptur til Íslands og allt hann á bekk í Hafnarfirði og þar sér ykkur konan að hann grátandi á bekknum og þetta svona sögur sem eru svo átakanlegar og okkur tókst að koma honum inn í samfélagið okkar og hann núna vinnur hann á kassa át í Bónus og Granda og ég hitt hann stundum þar og maður sé bara þetta nánast bara lífsbjörgun sko og hann leggur til samfélagsins, hann vinnur, hann duglegur, þú veist, þetta bara viðbót og þetta bara eitt litur í flórun okkar og við höfum öll gott að því að heyra þessar sögur og fá þetta fólk til okkar og mágur minn fyrirrandi, hann frá Nígeríu líka og þau áttu lítið barn og þetta í fjölskyldunni okkar, þú veist, og þetta eitthvað svona veruleiki sem við getum ekkert, við verðum að hætta að tala svona eins og þetta sé eitthvað vandamál og séu eitthvað aðskota fólk sem komið til Íslands og þetta bara, Íslendingar eins og hvað annað, við verðum að breyta forritinu, fólk fast í fortíðinni og bara við Íslendingar erum alls konar, það bara fólk frá öllum heimshornum hérna og bara við erum að vera tilbúin til þess, byrja alltaf að tala íslensku, maður að reyna að venja sig á það og maður sjá að viðkomandi sé svona virki útlendingslegur, þannig að þetta bara þetta góða íslenska samfélag sem við eigum að reyna að halda áfram að rækta. Já. En ég alveg sammála því að við getum ekki opnað kannski alveg upp á gátt, en við getum heldur ekki lokað því, sko. Hversu kröfuhörð, og þegar við erum líka að tala um menningu, hversu kröfuhörð eigum við að vera gagnvart því að við, þú veist, ef að þú kemur til Íslands, þá ert að flytja til Íslands. Þú ert ekki að fara að taka þá menningu sem að stangast á, Erik Weinstein hefur sagt að fjölmenning virkar upp á því marki að þú getur ekki krafist þess að keyra upp vitlausum vegarhelming. Já, einmitt. Besta dæmið náttúrulega bara þegar Íslendingar voru hælisleitendur sjálfur fyrir 100 árum. Þá flutti fjórðungur þjóðarinnar til Kanada og Vesturheims. Jú, kæru hlustendur, hlaðvarp í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum.
Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkjurðu bara á staðinn af Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Fátækt fólk sem átti enga framtíð og maður les það í heimildum að þegar bátur kemur á landi í Duluth í Minnesota fullur af Íslendingum, fólk hafði aldrei séð jafn mikla bara aumingja og bara hræðilega illa farið fólk og bara engin af öllum innflytjendum sem komu frá Evrópu til Ameríku var þetta var bara kúasta og bara illa farnasta fólki sem hefur séð og þetta enga peninga, voru svo niðurlút voru bara barinn og einhvern veginn það var búið að hafa af þeim allt féð í ferðinni. Fyrst var reynd að hafa þeim féð hérna, þeir eru byggðu á Akureyri í 3 vikur eftir skipinu og var reynd að pranga öll inn á því og stela fénu af þeim og þau fórum borð með $10 allir hópurinn og eitthvað svona koma svo þarna borð og koma í land í Ameríku sem fara til Norður-Dakota sem til Kanada og þeir byrja nýtt líf ofboðslegt ströggl. Hvað gera þau, hvað þau halda í sína menningu, þau tala íslensku, kunni ekki ensku, þau gefa út ljóðabækur, gefa út dagblöð, allt á íslensku. Þetta eru fyrstu árin sem að menningin þeirra blífur og það skapast þarna nýja Ísland. Auðvitað vildu við vera með okkar menningu í þessu fjarlæga landi. Við ætlum bara að gera eitthvað fríríki, það sem allir töluðu íslensku og allt var á íslensku. Og það svona gengur í 2-3 áratugi og svo smám saman sitrar þetta út og enskan tekur yfir og við verðum hluti af þessu samfélagi og maður þekkir ekki lengur Íslendingin út á götu. Þú veist, fyrstu árin þá voru það kannski atvinnuauglýsingar og það var tekið fram Icelanders do not apply því að við vorum svo frægir fyrir að vera svona glataðir á einhvern hátt og þannig að það var farið svona svolítið illa með okkur fyrst. Við erum hérna eins og einhverjir óvinsælir hægrisleitendur, einhver hræðilega illafarin þjóð sem ekki kann neina mannasiði og er ónýtt til allra verka og talaði illa með okkur. Og þetta bara svona hluti af partur af prógraminu þegar fólk kemur hingað, það kemur með sína menningu, það flýtur kannski í einhver svona það sem að önnur fjölskylda nálægt sem þau þekkja til og þarna það bænahald þarna og þau rottar sig saman og eru í moskunni og svolítið eins og Íslendingar voru með svona íslenskar messur og svo smám saman verðaðu hluti af þessu stóra mengi sem Kanada og okkur finnst það svona næstu því sárt að sjá hvernig þau mistu niður sína menningu inn í Ameríkumenninguna og Kanadamenninguna, bara hvarf, bara eins og svona dropi í haf þjóðana sem þar byggja og sama gerist hér og við treystum á íslenska menningu sem ég held að sé sterk og hafi aldrei verið sterkari. Við höfum aldrei verið með mikla menningarlega framleiðslu, rithöfundarnir okkar eru heimsfrægir út allt, ég meina Jón Kalman, Auður Ava, stór nöfn í Frakklandi og þú veist alls konar svona Arnaldur bara út allan heim og þetta íslensk menning, íslenska bíómyndir fara, Balti að gera myndir í Hollywood, þetta allt svona styrkleikar í íslenskri menningu og allar þessar hljómsveitir sem að gera gott út allan heim, þetta íslensk menning og þetta dregur fólk til Íslands og þannig að hraustleika merkin eru gríðaleg á íslenskri menningu í dag og við mögum bara vera stolt af því og við höfum ekki vera svona lítil í okkur að einhver grúppa af hægrisleitendum geti eyðilagt það. Nei, ég hef margt þetta að segja en við ætlum að fara að segja þetta gott. Þetta var skemmtilegt. Já, þetta var það kemur í ljós. Þetta var bara svona ég og það þú kallaði mig dullu einu sinni. Manstu eftir því? Já. Ég þetta svo og það kannski við ljúkum við sá því bara því að það eitt sem að ég mun að nefna nokkur sinnum en finnst ekki alveg búin að svara því með sannfæringarkraft þinna sjónarmiða og þú talar skilur ég ætla ekki að gefa eftir en þetta mun augljóslega reddast en það alltaf færri og færri sammála þér að mér finnst ég held ekki sko. Nei, þú heldur við sáum það bara í fánamálinu að þjóðinu var bara ábúð og misbúð það var enginn sem þorði að standa með honum ekki eins og í hans flokki 45% samt að kjósa sjálfstæðisflokk og miðflokk það getur ekki verið vísbending þess það eru kreppueinkenni
Já, fólk leitar gamla hópinn sinn sko. gamla íhaldið. Sástu ekki hvernig Framsókn reisur frá dauðum hér og þar? Já. Enginn átti von á því. Nei. Þannig að sagan einhvern veginn svona að það eru 3 færibönd. Á fyrsta færibandinu gerist það sem við höldum að muni gerast, eins og í gamla daga þegar túristunum mun fjölga. Svo annað færiband sem eitthvað svona óvænt. Halla verður forseti, enginn átti von á því. Og svo þriðja myndbandinu, færibandinu það sem getur ekki gerst en gerist. COVID. Þannig að allt Trump. Allt þetta sem að enginn átti von á og enginn reiknaði með og getur hrun ekki gerst. Ég meina fall Sovjetríkjana, hrun kommunismans, enginn átti von á því. Allt þetta einhvern veginn djöglast saman í eitthvað graut þarna og við veitum ekkert hvað verður framtíðina. En maður verður að tala fyrir sínum sjónarmiðum og því sem maður trúir á. Því ég sammála. Þú gerir það líka. Ég nú meira djókið, upp með bókið. Yeah! Hallgrímur Helgason, takk kærlega fyrir að koma og þangað til næst. Takk.